Nú ætlum við að skoða nákvæmlega hvað þau sögðu í þessum fyrstu skýrslutökum hjá lögreglu. Tekin var skýrsla af öllum samdægus og þau voru handtekin. Angel sagði frá því að hann hafi farið í Rauðagerðið fimmtudaginn 11. febrúar en aðeins til þess að sækja ryggsugu til Adrians. Síðar þann dag hefði hann farið norður í sumarbústað á Sauðárkrók. Næsta dag, föstudag, fóru þeir í bústaðnum á snjósleða og voru svo komnir tilbaka 8-9 leytið kvöldið. Á laugardeginum sjálfum, sem sagt daginn sem morðið var framið, kvaðst Angel hafa vaknað 1 leytið. Hann hafi ákveðið að fara með hluta hópsins úr sumarbústaðanum suður til Reykjavíkur og hitti þar kærustu sína Kristínu í Brautarholti. Að lokum hélt hann því fram að hann hefði farið aftur norður í bústað kvöldið og verið komið þangað laust eftir miðnætti. Þetta var nákvæmlega sá tími sem morðið átti sér stað. Að sögn Angels kom Kristína svo norður í bústað morgunin eftir 14. febrúar. Þau gistu þar eina nótt og héldu aftur til Reykjavíkur mánudaginn 15. febrúar. Síðar þann dag hringdi Kristína í hann og sagði að lögreglan væri að framkvæma húsleit á heimili hans. Eftir þær upplýsingar ákvað hann að gista hjá vinkonu sinni. Hann sagðist einnig hafa fengið þau skilaboð frá verjanda Íslendingsins að lögreglan væri að leita á honum. Þegar hann var spurður út í aðra aðila málsins kvaðst hann þekkja Míló mjög vel og að þeir væru góðir vinir. Hann sagðist hafa þekkt Adrian í 3 ár meðal annars úr byggingavinnu og lýsti þeim sem vinum sem hefðu ekkert átt sögótt. Að lokum neitaði Angel alfarið að eiga skotvopn eða hafa nokkuð tímann haft aðgang að skotvopni á Íslandi. Þetta var sem sagt að helsta sem kom fram í fyrstu yfirheyrslu yfir Angel.